Góðan daginn og gleðilegan baráttudag verkalýðsins. Örn Arnarsson heiti ég og heilsa ykkur fyrir hönd IA-TV hérna úr Akraneshöll. Það bara heilt fótboltasumar að hefjast hérna í dag og IA tekur á móti Sindra í annar deild kvenna og með mér í þessari lýsingu Jónína Víglundsdóttir, velkomin. Takk fyrir það. Bara, ertu búin að ná að fylgjast með liðinu núna eitthvað í vor? Já, ég sé nokkra leiki og fylgst með þeim. Og ertu spennt fyrir sumrunum? Já, ég bara mjög spennt. Mér finnst í síðasta sumar var stigum við ákveðið skref upp þó að við hefum ekki náð að blanda okkur alvarlega í baráttunum að fara upp í næstu deild. En þá stigum við gott skref í þá áttina þegar leið á sumari og ég er bara bjartsýn og hef trú á að liðið haldi áfram að vaxa og verði þarna við toppin ef ekki á toppnum í sumar. Já, ekki spurning. Það náttúrulega stutt síðan að það spiluði hérna bikarleik við Gróttu sem náttúrulega fór upp úr annarri deildinni í fyrra og já, við Margrét Ágadóttir vorum sammála það hérna í þeim leik þó að hann hafi tapast 4-2. Það var gríðarlega margt jákvætt að sjá í liðinu þar. Já, ég sammála því. Þetta tap var kannski ekkert svo rosalega sárt af því að það voru margir góðir hlutir að gerast hjá okkur og það var bara bikarinn búinn og það er ekki hugsa það meira og við byggja bara áfram á því sem var verið að gera vel í þeim leik. Akkurat, og ég var að segja það hún Margrét Ágadóttir, mér langar nú að minnast á það hérna, hún var hjá mér í IA-TV hlaðvarpinu daginn og þar meðal annars rifjuðum við upp gullöldina sem að þú þekkir nú betur en margar. Þarna undir lok síðustu aldar, þetta tímabil þar sem að IA var í kvennaboltanum Íslandsmeistarar, bikarmeistarar og þessi draumur lifir ennþá. Ég upplýði það einhvern veginn að hlusta á Magnu, hún sér þetta ennþá geta gerst. Hvað finnst þér? Er þetta eitthvað sem við getum séð gerast aftur hjá IA í kvennaboltanum? Já, bæði kvenna og kalla vil ég meina að það vinna og það ekki að fara að gerast í næstu viku en ég sé það alveg gerast og það við höfum frábærar aðstæður hérna, við höfum eiginlega allt sem þarf til þess að geta komið okkur í fremstu röð aftur. Við fáum upp gríðarlega efnilega leikmenn reglulega úr öllum árgöngum og við þurfum að halda enn betur utanum og vinna með og halda okkar fólki. Já, ekki spurning og ég hvet þá sem að heyra þetta núna að endilega finnið okkur á hlaðvarpsveitunum. Við erum á Apple Podcast og á Spotify, IA-TV hlaðvarp og hlustið endilega á þetta viðtal við Magnu en einnig þar viðtal við Arnór Smárasson og Jón Þór Hauksson kominn og það er margt skemmtilegt framöndan en við skulum kannski renna yfir byrjunarliðin. Hér sjáum við þau í markinu hjá IA númer 12 Salka Hrafns Elvarsdóttir, númer 2 Anita Sól Ágústsdóttir, númer 5 Anna Þóra Hannesdóttir, númer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir, númer 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir, hún fyrirliði, Marietta Helgadóttir, númer 15, númer 17 Unnur Ýr Haraldsdóttir, númer 18 Sunna Rún Sigurðardóttir. Gott að sjá hana hérna eftir höggið sem hún fékk í síðasta leik. Verður við kynna maður hafið pínu áhugjur þegar maður horfði á hana að fara af velli. En nummer 20 Róberta Lilja Ísólfsdóttir, nummer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir og nummer 90 Samira Súlim. Það er ein breyting á liðinu frá því síðast. Anna Þóra kemur inn í byrjunarliðið. Settum sennilega Marey upp á miðjuna og Samira sem var á miðjunni í síðasta leik fyrir upp á topp gerir ráð fyrir. Akkurat. Það sem Erna Björt var í síðasta leik. Já, það hún sem að víkur. Í liði Sindra eru eftirtaldir leikmenn. Númer 12 í markinu Telma Pais Bastos, númer 2 Sunna Gunn Pálína Stein, númer 3 Elín Ása Hjálmarsdóttir, númer 5 Helganótt Austar Egilsdóttir, númer 6 Cecilia Sól Kristinsdóttir, númer 8 Salvör Dalla Hjaltadóttir, númer 9 Inna Dímova, númer 11 fyrirliðin Arna Ósk Arnarsdóttir, númer 15 Telma Björg Gunnarsdóttir, númer 18 Fanny Rut Guðmundsdóttir og númer 20 Katrín Ósk Sveinbjörnsdóttir. Eitt vekur athygli mína hjá Sindra, ég bjóst við fleiri erlendum leikmenn. Já, ég var einmitt að telja, það eru 3 erlendum upp þarna, ég veit nú ekki alveg. Og einhver búin að vera eins og Telma Bastos var þarna í fyrra alveg örugglega, ég man reyndar ekki með
með Innu Dímovu og svona Gunn Pálína Stein. En svona fyrirfram, miðað við eins og einmitt síðasta tímabila sem að allt í einu þegar sko í að vann í rauninni deildabikarinn og spilaði ofsalega vel á undirbúningstímabilinu og síðan allt í einu birtust einhver allt önnur lið í aðra deildina þegar að mótið hófst. Já, það var bara dálítið sjokker að sjá þegar að hvaða liðin voru að styrka sig með erlendum leikmönnum, bara ekki 1 eða 2, bara upp í 4 í þessum liðum sem við vorum að mæta og það bara munaði það. Þú sér það í okkar liði í dag, byrjunarliðinu eru 10 uppaldi leikmenn hjá okkur. Og það einmitt, já, það náttúrulega bara stórkostlegt í rauninni að sé þannig held ég að flesti skagamenn vilja hafa í báðum kynni. Algjörlega. En varamannabekkirnir, hann er nú fámennir á syndramönnum Jacqueline Asli Púsell, aftur á bekknum var ónótað varamaður síðast númer 9 Erna Björt Elíasdóttir sem að víkur fyrir Önnu Þóru, númer 16 Ardís Lilja Eggertsdóttir, númer 20 hún komin heim frá Bandaríkjunum, númer 21 Ylva Laxdal Unnarsdóttir, númer 26 Þorgerður Bjarnadóttir, númer 27 Elvíra Agla Gunnarsdóttir, númer 37 Birna Rún Þórunnsdóttir og þjálfari Magnea Guðlónsdóttir, engin Vala María Sturludóttir sem að kom inn á í síðasta leik og skoraði síðara mark í og stóð sér frábærlega. Áhugavert það, en á bekknum hjá Sindra varamarkmaður Emilia Alís Karlsdóttir, nr. 13 Karin Hulda Finnsdóttir, nr. 14 Soliana Natalie Felekes dóttir og þjálfari þeirra Vasilín Konstantínov Čilingírov. Og ég verð að segja það eftirvænting. Það var frábær stemning á bikarleiknum gegn Gróttu og ég vona innilega að stemmingin verði ekki mikið síðri núna. Nei, það var vel að þessu staði hjá félaginu síðast. Við vorum með fansón og mér skildi það við 100 krakkar mætt í fansón í andlitsmálingu og veitingar og skemmti vel og það skilaði sér inn í höllina. Það voru nú líklega einhverjir þreyttir í skólanum daginn eftir að það var að koma lönghelgi og alveg örugglega þess virði. Já, og mér langar að minnast á það eins og segir, það var fullt af krökkum að koma og þá bara næst að skrifa að pappa og mamma komi með. Algjörlega. Ég vil bara hvetja sérstaklega auðvitað foreldra stelpna í fótbolta að gera það að forgangsmáli í sumar að mæta með barnið sitt á leik og sýna þeim að þetta skiptir máli. Það felst gríðarlegur stuðningur í því að fara með börnin á leik. Já. Börn sem að iðka fótbolta, það mikill stuðningur fálkin í því að foreldra fara með þeim á völlin. Ekki spurning, þá bara beðið eftir dómurunum sem að eiga eftir að koma sér hér í hús. Liðin klár, við erum klár og það áhugavert að kallaliðið hefur leik hér á heimavelli hér í Akraneshöll, skils mér 5. maí gegn Grindavík. Það eru alvöru próf þar en fyrir þann leik verður kvennaliðið búið að spila 2 í deildinni. Já. Þetta sérstakt, ég veit ekki hvað útskýrir. Við náttúrulega kvennadeildin stór, þetta eru 12 liða tvöföld umferð. Já, allt annað heldur en á síðasta tímabili sem var einföld umferð, þannig að verða mun fleiri leikir. Já, bara alvöru deild eins og þetta á að vera. Og engin úrslitakeppni. Þannig að það eru bara 2 efstu sem fara upp. Já. Og ég einhvern veginn hefði á tilfinningunni allavega í síðasta tímabilið skipulagi þar allavega hendaði liðinu alls ekki vel. Nei, það kom illa út fyrir okkur. Það var einhvern veginn raðaðist hann. Já, og það fjall eitt lið út og það einhvern veginn var ekki fyllt í þau göt sem að tímalega sem að þeir leikir mynduðu semst að þeir voru ekki haldnir og það var langt á milli leikja hjá okkur. Það var eitthvað svona óheppilegt. En það er gaman í rauninni að sjá þessa deild stækka svona mikið milli ára. Ég held að það er kannski vott að kvennaboltinn er á uppleið. Algjörlega og gæðin í deildinni bara frá því í 2021 til 2022 þau jukust mikið við það og ég er sannfærður að þau eru að aukast enn meira núna. Það eru sterkari lið að taka þátt. Algjörlega. Og lið sem hafa verið í næst efstu deild eru komið þarna og það er bara meirinn að segja það að komast upp aftur. Það þarf að hafa fyrir því. Já.
En Magna hefur lýst því yfir að markmiðið sé besta deildin eftir 5 ár. Já. Og það krefst þess að margir standi saman og helst allir hér í bæjarfélaginu og til þess að það geti gerst og að sjálfsögðu vonum við að það rætist nú allt saman en já, það er vandræðileg bið hér eftir dómaratríónu, það er klukkan orðin 2 mínútur yfir en dómaratríóið er skipað þeim Bergrósu Lilju Unudóttur og Sigurði Þór Sveinsinni og Tryggva Elías Hermannsinni. Annar jákvæða punktur, gaman að sjá konu dæma. Já. En það ég nú sé leikið með Bergrósu áður sem aðstoðdómari og mjög frambærileg og efnileg. Og það er annar staður þar sem við viljum fá fleiri konur. Algjörlega. Það er gaman og gott að heyra að Magna er óhrædd að setja markið hátt og við eigum að gera það og síðan þurfum við að hjálpast að við að halda vel utan félagið og þessar ungu stelpur sem eru að koma upp og eru góðar allar að halda vel utan þær og þannig fjölga því að liðið okkar er ungt. Já. Og síðan bætum við fleiri leikmönnum góðum sem að koma upp ef við höldum vel utan þær. Akkurat eins og segir, liðið er ungt en samt, þarna er svona kjarni 2002, Marietta 2004 en þetta eru stelpur sem eru komnar með gríðarlega reynslu í meistaraflokk. Spila nokkuð sumur, nokkuð tímabil. Byrjuðu ungar að spila með meistaraflokk og mikið fagnaðarefni einmitt líka að hafa þessa reynslubolta inn á milli Bryndísi og Unni og Anítu Sól að þessar stelpur spila sem allar lengst til þess að fylgja og styðja við þessar ungu stelpur og auðvitað Samira er náttúrulega þvílíkur happafengur. Já. Hún er náttúrulega að spila gegn sínum gömlu félögum hér í dag. Hún kom til okkar frá þeim í síðasta sumar. Hún er geggjaður senter framherji. Hún er mikill markaskorari og les leikinn vel og er dugleg. Já. Og hefur í rauninni bara aðlagast samfélaginu hérna á Akranesi virkilega vel. Já. Er í þjálfun og vel liðin sem slík. Já. En nú veit ég ekki hvað hefur gerst. Hér koma þau í hús. Og þá væntanlega er alltaf að vera klárt. Ágætlega mætt í stúkuna, ekki eins mikið og síðast en ljómandi fínt. Ljómandi fín mæting. Hvernig, nú náttúrulega vitum við ákaflega lítið Sindraliðið kannski, en hvernig viltu sjá í að byrja? Heldur að það byrjið, það náttúrulega var öðruvísi taktík spiluð hérna í síðasta leik þar sem það lágu mikið tilbaka. Já. En í leikjónum í vetur og náttúrulega síðasta sumar þá sáum við þær oft byrja með mikla pressu, miklum látum. Já. Megum við búast við að sjá það í dag? Já, ég hugsa að við öðum í þennan leik með pressu og ákefð og reynum að ná yfirhendinni þannig. Akkurat. Þá koma liðin inn á. Ekki eftir miklu að bíða. Knattspyrnufélag ÍR býður alla gesti velkomna í Akranesvöllina. Sjálfbannir í Byrjumannið ÍR, nr. 12, Salka Hrafn Elvarsdóttir, nr. 2, Það er gaman að heyra einmitt að ungviði fær margvísli tækifæri til að blómstra hérna. Það er virkilega vel gert. Já. Nr. 10, Snjón Þorvaldsdóttir, fyrir, nr. 15, Margrét Erna Helgadóttir, nr. 17, Unnur Ýr Haraldsdóttir, nr. 18, Sunna Ágætis hitastig í höllinni í dag, 4 stig. Það hefur oft verið verra. Þetta sé voðalega þægilegur hiti í logni að spila leikinn.
við erum öll búin að læra að klæða okkur eftir veðri hérna inn í höllinu. Algjörlega. Og finna bestu sætin fyrir hittalamparnir virka best. Akkurat. Við erum einmitt svo heppin að sitja undir slíkum. En þá þetta bara alveg að bresta á. Já, Selma Dögg í það spurning hvort að sýnist svona eins og það stilla sér upp að mögulega sé Anita á miðjunni en það ekki víst, ég held að Mari sé líklegri í það. En það Ía sem að hefur leik og alltaf verða klárt og Bergrós mundar flautuna og setur þetta af stað og önnur deildin komin af stað. Anita með langan bolta hérna strax fram. Sunna Rún í humátt nær þessum bolta en Hanney hreinsar frá. Já, Sunna Rún lendi nú í, þetta var óskemmtileg reynsla sem hún lendi í svona þetta ungu leikmaður að vita að svona getur gerst. Já, ég misti eiginlega þess að því, ég sá ekki alveg hvað gerist. Það hefur mér skilist að leikmaðurinn sem ræddi hafi í rauninni bara viðurkennt hvað hún gerði og af hverju. Hér kemur fyrsta skotið, það unnur í en töluvert framhjá. Já, hún virtist vera og við náðum þessu ágætlega á mynd og hægt að sjá á upptökunni á leiknum á YouTube-brásin okkar þar sem að hún bara hreinlega kýld og eitthvað sem að maður sér ekki oft á bara alls ekki að sjást. Nei en Sindraliðið spilar hérna ágætlega Dímova gerir þetta vel, stungusendingin í gegn hérna, Arna Ósk en Anita snegri, setur hann tilbaka á Sölku sem hreinsa frá en Dímova tekur hann niður setur hann inn á tegin Anna Þóra, hreinsa frá virðist nú vera fótbolti í þessu Sindraliði. Já, greinilega góð númer 9 Dímova. Fyrsta hotspinnan hér strax eftir tæpar 2 mínútur. Það Anna Ósk fyrirlið sem hann tekur hana en á nærsvæðið það unnur sem hann kemur frá en Anna Þóra fyrir ekki við og innkast Helga finnur og síðan það hérna Elín Ása með fína sendingu inn fyrir Telma Björk í skotið en Salka ver, þetta var fallegt samspil hjá Sindrakonum. Náðum ekki að tengja þarna frá vörninni yfir í miðjuna, það komist á milli. Þetta aftur hérna, þessi sending hérna alveg gullfalleg inn fyrir vörnina en vinkillinn þröngur og skotið máttlaust. Dímova Anna Þóra les þetta, Bryndís á Sunnu, frábærlega snúið hjá henni út á Róbertu. Róberta setur hann inn fyrir, Unnur Íra fer á fleygiferð hér, 2 treyjur inn á teignum, boltinn inn á fjær og þetta skallað út og frá af Sindrakonum. Fínasta upplaup þarna og Anna Ósk gerir þetta vel. Finnur Elínu, Elín síðan reynir sendingunni gegn, Róberta nær að stoppa það. Það eru mikið í þessu, það er alltaf greinilega að stinga boltanum inn fyrir vörnin okkar, við erum búin að reyna núna 3 stungusendingar. Við sáum það nú svo sem á móti Gróttu daginn að það var svona birtist ákveðin veikleiki. Þar sem að þær náðu að skapa usla með að senda hann hérna upp, fóru mikið upp hérna, vinstri megin frá Ía séð. Salka lyftir þessu út til hægri, Róberta tekur hann niður.
Marey eftir á Róbertu og tilbaka á Anitu. Skiptir sér hérna yfir Erla Caritas fer í eldingaleikin en Bastos kom að út úr markinu en þetta var hreinsað frá. Það var góð pressa þarna hjá Kæju. Já. Þetta á markmanninn. Algjörlega. Hefði þessi pressa ekki komið þá hefði hún bara getað gripið það mjög þægilega. Bryndís inn á teginn. Þar er Samira. Nær að skalla boltan en nær ekki krafti í skallan. Og boltinn fram hjá. Þetta er orðið nútíma fótboltinn, það er maður sér valla lið sem að spjarkar langt úr markspyrnu. Leita mikið af því móðu hérna í umspilinu. Salver út til vinstri á Telmu og tilbaka á Stein. Eftir á Salveru. Vel gert hjá Sunnu. Selma kemur síðan hérna utan á Erla Caritas. Tímóa setur pressa á hana. Vel gert hjá Erlu Caritas. Setur hann inn á teginn, þannig að hreinsa þetta frá. Marey tekur frákastið en Anna gerir þetta vel, ekki dæmt þarna. En það finnst svona í að hafa yfir höndina svona til að byrja með. Já, það er alltaf svona að eru að leiða spilið og eru búin að pressa þær aðeins niður núna og við erum bara að vera þolinmóðar í sóknarleiknum líka. Algjörlega. Anna lyftir þessu inn á teginn. Samira tekur hann niður. Það er ná að verjast þessu. Bryndís Rún tekur frákastið. Það fer í skotið en það er ná að vera fyrir þarna Elín Ása. Og Anna átumóðu. Það er að halda þessu inn á, gerir þetta vel en Anna Þóra klár og vinnur innkast. Sunna Rún eftir á Selmu. Selma lyftir þessu fram á við. Samira nær ekki þessum. Þetta reynir auðvitað á þolinmæðina. Sindraliði bakkar. Já. Og þá erum við freistandi að fara í langa bolta frá Hafsendónum en það kannski er ekki endilega það sem að skilir árangri. Já, ekki alltaf. Það getur verið líka gott að halda eins boltanum og finna taktinn og búa til glufur. Já, þetta er vel spilað. Það er flott hlaup hjá Róbertu. Inn á Róbertu. Róberta kemur boltanum fyrir markið en það ná að komast fyrir þetta. Bryndís tekur frákastið. Hóta skotinu. Nær hún því. Já, hún nær því og vinnur hornspyrnu. Þetta var fínt upplaup. Þetta akkurat þessi þolinmæði sem við vorum að tala um. Létu boltan ganga vel. Samir og droppaði tilbaka. En já, þetta er bara alls ekki galinn tilraun. Það er Sunna Rún sem að tekur fyrstu hornspyrnu í að. Inn á teginn Bastos, nær að slá þetta frá og Cecilia síðan fram á Örnu. Arna vel pressa þarna á Marey Eddu. Selmu. Annað sem þú færð með þessari þolinmæði það er að láta þær hlaupa í vörninni og varnarfærslurnar og bíða einmitt þangað til að einhver glemir sér eða ekki er mistök. Annika er ekki að finna inni þetta. Varnarleikur hjá Ía. Takksandi ekki á henni en þetta björgast.
pláss hérna. Sunna Dímóa Hún les leikinn fram fyrir mjög hana vel. þetta. Greinilega, það er mikill leikskilningur hjá þessari stelpu og grípur hérna inn í. Marey skiptir yfir, Erla Karítas tekur hlaupið en Helga Nótt nær að koma sér þarna í hlaupaliðina. Bastos með langa spilnu fram. Marey fyrst á boltan. Selva vildi fá þarna aðeins meiri hreyfingu fyrir fram á boltan. Já, ég hugsaði mér, það væri gaman að sjá svona óvænt hlaup inn í svæðin á milli miðju og varnar. Það færast nær sendingin hérna beint á Sindra konur. Vinnurinkast. Já, 10 mínútur liðnar, er þetta ekki bara nokkurn veginn eins og við bjuggumst við, það kannski fer að vanta mark fljótlega. Það væri allt í lagi, þær bakka svakalega, þær eru með framherjan á miðjuhringnum. Frábær sprettur hjá Mareyju. Marey er eina af þessum leikmönnum sem getur leyst ótrúlega margar stöður á vellinu. Já. Gríðarleg verðmæti að hafa svona leikmann í leikmannahópnum. Selma gerir þetta skemmtilega hérna. Erla Karítas nálgast vítategin. Eftir sinn og teig. Og Samir reynir enn einu sinni bakvæðspilnu. Hún hefur skorað nokkra svoleiðis. Já. En þetta endar í innkasti. Sunna. Gerir þetta skemmtilega hérna. Konu på endamörkum setur hann fastan fyrir yfir og fjær. En Erla Karítas nær ekki í boltan. Mikið barátta hérna og innkast dæmt. Samira með fína pressu þarna, Sunna Rún. Skemmtileg snúningar hjá henni langar í skoti en ákveður að sleppa því. Finnur Róbertu úti að hægra megin. Róbert það fer yfir á vinstri og fer tilbaka síðan. Þannig var hún kom upp ágætis staða. Já. Hún færa boltan hratt á milli og láta það hlaupa. Sjá hvort það opnast ekki eitthvað. Bryndís út á Selmu. Selma með hann fyrir í fyrsta inn að markinu en Bastos á auðvitað með hennan. Það vantar að brjóta svona hennan síðasta múr. Já, og þú skapa opnu færin. Það er hérna, en þetta fer vel að stað. Mér finnst það spila skynsamlega og hérna láta boltan ganga. Komast í ágæta stöður. Það er óttur einu sendingu þarna en Dímóa missir á honum. Finnst eins og að Sigur Fannar að færa sig aðeins nær Dímóu þegar hún með boltan, að fá boltan. Já. Minni tíma. Það eru fleiri leikir í deildinni í dag. Ég sýnist að séu 3 leikir
IH tekur á móti Einherja, sá leikur hefst klukkan 2, IR tekur á móti Völsungi klukkan 4. Þannig að þetta er komið á fullt skrið. Það er langur bolti, þarna kannski pínu óþolinmæði. Já, ég segja það. Næsti leikur hjá þeim í annari umferðinni faraður að heimsækja Fjölni á fimmtudaginn. Sindra konur Arna tilbaka á Dimófu, sendingin út til vinstri. Það er Ía sem er verst og þetta skot langt fram hjá. Það er alltaf hættulegar þegar að sækja svona hratt á okkur, vinna boltan og við okkar leikmenn komnir út úr stöðum og þá eru þær hættulegar. Það eru þannig gæði í þeim að það þarf að passa upp á þetta. Þeir fara ekki í hápressuna þannig að Ía nær að spila út tiltölulega og reittar hérna. Anita með langan bolta, Samira tekur að minniður en góð varnarvinna þarna Telmi Björg. Bryndís gerir vel. Út á unni. Kemur boltanum fyrir markið, Samira reynir enn að teygja sig, hann gengur ekki. Sendingin aðeins fyrir aftan hana þarna. Dimófa. Elín síðan upp í hægra hornið, þar er Arna Ósk. Komin í dauða færi, Anita lokar á hana. Setti smá pressu þannig að, en þetta er svona, þetta er ákveðna viðvöruna bjöllur hérna. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að ná þessum sendingum hérna aftur fyrir vörnina. En skotið ekki nógu gott hjá henni. Þessir yfirburður út á vellinum hafa ekki skilað sér í færi almennilegu ennþá. Nei, það er rétt. Fín sending frá unni þarna upp í hornið á Róberta. Reynir að koma sér í fyrirgjáðstöðu, gengur ekki, en fær hotspyrnuna. Það er Erla Karta sem tekur spyrnuna frá hægri. Fastu boltinn á teginn og það er Bryndís Rún sem að ræðst á hann en nær ekki að stýra þessa markið. Sjáum þetta, fín spyrna. Fínt upplag hjá þeim hana. Bryndís kemur á móti boltanum og eiginlega betra færi en við sýndist í fyrstu. Akkurat. Óheppin hérna, Bryndís nær ekki að vefja fótinn utan boltan almennilega. Skemmtilega gert hérna og Erla Karitas kemur á eftir og brýtur. Það er réttilega dæmt aukaspyrna þarna. Stein sem að tekur hérna þessu spyrnu fram á Örnu. Hún er að snúa, sendingin í gegn aðeins og föst eða hvað? Já, hún er aðeins og föst. Telma Björk ekki nógu fljót og fljót sér. Áfram Sindri! Svona Unnur og Erla Karitas búin að skipta kant núna. Vel gert hjá Erlu Karitas, boltinn út af en Ía á innkasti lítur að vera.
Já, það var Stein sem snerti boltan. Svona sterk hana Róberta fram á Samiru. Samira tölumar snerting hana. Sunna síðan með boltan inn á teginn. Það Unnur inn í skotið en Bastos vel staðsett og næra stökkva á frákastið. Ekki alveg nóg mikill kraftur í skotinu. Nei, en þarna sjáum við kannski í annarsinn í leiknum þegar Samira fær boltan í fætur þá einhvern veginn verðist vörnin riðlast aðeins. Það alveg allavega einn varnarmann sem fylgir henni og þá skapast eitthvað pláss fyrir aftan. Við náum að koma upp með okkar leikmenn og gerir þetta vel Samira. Gríðarlega sterk á boltanum. Dimóa Selma til varnar. Finnur Örnu. Rekin út til þegar á Mari. Frábærlega gert hjá Mari og Selma losar þetta 20 mínútur liðnar. Hvað þurfa Skagakonur að gera betur til þess að ná að uppskera mark? Ég held að við nálgumst nú betri færi og þá vonandi mörk í kjölfari. Ég held að við megum alveg að gefa þess meiri í aðeins að setja meiri ákjæð í spilið og sóknina kannski sérstaklega þegar það bakkar svona og ég held að það trúa því að það skil okkur marki. Já, Skagakonur á hendi, fengu ekki boltinn hárinn og teginn. Salka verður ekki uppáhald að halda. Já, aðeins herra tempó. Bryndís með sendingar út á Róbertu, þetta frábært. Síðan áfram á Erlu Caritas. Samira svolítið einhandinn á teig. Erla nær að koma þessu inn. Nei, hann fer aftur fyrir. Ótrúlega satt, það var Erla ekki sammála. Það var það ekki hana. Sagði það líklega við hann. Já. Það styttist einmitt líka í að Lilja Björg Ólafsdóttir komi inn í leikmannahópinn. Hún lítið seinna búinn í fótboltanum í Bandaríkjunum eða í skólanum heldur en hún Ardís sem kominn til landsins. Það verður gaman að fá hana aftur. Hún hefur mjög flotta eiginleika, mikið leikskilning, góða sendingar og svakalega góða spyrnur. Já, hendi þarna eða hvað? Þetta leit hann út en nú maður bara hver skilur reglurnar hendi í nútíma fótbolta. Ég held að þeir séu ekki margir. Nei. Og þeir sem að skrifa reglurnar, ég veit ekki eins og hvort að við skulum sjá þetta aftur hérna. Sýndist boltinn fara í hendina þarna á hendin í nokkuð eðlilegri stöðu held ég. Það er strangur dómur allavega. Já. Það komið tíma á að halda nótt hérna utan á. Selman með að hindra þessa fyrirgjöf. Hún fær boltan aftur. Helga á Örnu. Anna Þóra pressar stíft á hana. Sendur upp í hotnið aftur löng. Fyrir hálfleikur hálfnaður hérna staðan ennþá 0-0. Sindri liðið svona kannski maður getur lesið það úr þeirra spilamennsku svona til að byrja með að þau vilja verja þetta stig sem það komið með í leikinn. Það er meira í að sem vil ná í þessi 3 svona til að byrja með. Já, þetta er svona kannski fara valið af stað útivelli
og ekki taka neina sensa í byrjun allavega. Ósköp skiljanlegt. Já, Erla Karítas með boltan inn á teginn. Salvi Dalla nær ekki að reynsa vel. Bryndís í skotið og Bastos slær þennan út í teginn. Hörku skot frá Bryndísi. En Ía heldur sókninni áfram. Sunna Rún var að snúa. Þeirra Unni. Sunna áfram á Selmu Dögg. Sunna. Þeirra Unni. Já. Ná að þrýsta öllu Sindra liðinu hérna inn á síðasta þriðjung. Þetta betur. Það getur verið erfitt að spila sig í gegnum svona þéttan pakka. Nota kantana og... Unni lít fyrir gjöfuna. Samira tekur hann að kassan út á Bryndísi. Bryndís reynir að finna færi, gengur ekki. Selma. Og tilbaka á Mari og byrjaði bara aftur. Já, þetta var bara ágætlega leyst. Halda boltanum og bara fá næsta tækifæri. Erla Karítas, kast. Mari inn á teginn, en á að reynsa þetta frá. Bryndís í baráttunni og þarna vilja Sindra konur sem að vilja og fá hendi, en við skulum sjá aftur þetta skot frá Bryndísi hérna rétt áðan. Vandraða gangur og fast skot beint á Bastos, en hún gerir vel. Kýlir hann hérna frá, en staðan er þá 0-0. Við bíðum eftir fyrsta markinu, en eins og þú sagðir Jónna, færin eru byrjuð að koma. Það er aðeins betra opnanir, já. Tókið á Bryndísi hérna. Sem að Sunna Rún tekur. Þannig að Anita og Anna, þær eru ekkert að fara inn á teginn. Það gerir Mari þetta hins vegar. Kemur boltinn hárinn á fjær. Unnur mætir þessu, hittir ekki boltan. Eina Dímova eftir að vinna fram, en móttakan svíkur Salvadöllu. Erla Karítas, Sunna gerir vel hérna, komum honum aftur á hana, nú er hún með smá pláss hérna. Boltinn inn á teginn, en þann koma þessu frá. Höfum átt nokkra fyrirgjafir sem hafa kannski ekki inn á að hitta nógu vel á Samir. Anita með stæma snertingu þarna, Telma Björk vinnur hann í boltan. Anita vinnur tilbaka og setur nægilega mikla pressa á hana þarna. Já, þær eru að koma ansi utanlega fyrirgjafirnar og við heldum við ættum að reyna að mæta því aðeins betur á nærsvæðinu. Það er langt frá kanti inn í mark, þannig að við myndum koma betur á nærsvæði í þessum boltum. Akkurat. Þannig skallar þetta frá beint á Samir. Samir fer í skotið, en það er af löngu færi. Bastos sá hann allan tíman. Leysa þetta mjög vel, skulum sjá þetta aftur hérna. Gríðarlega góð skotmaður Samira, en færið er langt og Bastos bara vel staðsett. Ekki neinu vandræði með þetta. Það er náttúrulega sjálf bara, taka tötsi og láta sig vaða inn. Já.
búin að vera einhverju smávægilegum meiðslum í vetur. Svona ekki geta verið alveg 100% með allt undirbúningstímabilið. Nei. Það var af henni dregið í bikarleiknum Algjörlega. í síðustu mínútunum. Hann var algjörlega hafnað skiptingunni og ég sjaldan séð Vatnsópa gera jafn mikið fyrir eina mannesku. Við vorum náttúrulega búin að stoppa leikinn 3 svar, þannig að það var ekki hægt. Nei, einmitt. Og eflaust kannski óvænt skipting sem að hefði kannski verið ætluð henni, sem að Sunna Rún þurfti að fara að velli. Anita lyftir þessu út á Róbertu sem er komin hátt á völlin hérna. Róberta reynir að komast fram með Stein, gengur ekki en hún gefur það ekkert og vinnur innkast. Snögg að taka það. Sunna setur fína pressu þarna á Elín Ásu en aðeins svo mikið að mati. Gerir þetta greiðlega vel Sunna, hún er þarna mætt, hún er til staðar og mætt í hjálpina allan tíman og fer svo þarna í þessa pressu. Vel gert hjá Sunnu, hún er greiðlega góður miðjumaður. Já, sko þegar maður horfir á hana hérna í meistaraflokki að þá sko hvar eru skilin á milli efnilegur og góður? Já, hún er bara góð. Já, það er, náttúrulega. en kannski er náttúrulega gríðalegt efni og eitt mesta efni sem að hefur komið fram á Akranesi og þó við að vera leitað. Já, ég myndi alveg þóra að fullera það. Það er gaman að fylgjast með henni. Og hún er akkúrat svona dæmi leikmann sem að maður er mitt óttast ef að ílengist of lengi í annari deild að hún bara hreinlega get ekki verið áfram þó hann vildi sko. Það eru alveg fleiri þar. Róberta inn á tauginn, först fyrirgjöfin að markinu en þarna kom hann nú nær svo það vantaði bara hlaupið. Grunnsalega mikinn tími sem hann hafði þarna. Brindís út á kantina á Erlu Karitas. Stein fyrir vel. Það fór mikið fram hann að hægra megin í byrjun leiks og svo skiptaðir og það er ennþá hægra megin. Við þurfum að nýta vinstrikantina aðeins betur. Algjörlega, að dreifa þessu aðeins. Að dreifa og færa boltan á milli. Selma með plássið það, Samira kemur aðeins tilbaka. Þetta er mjög góð leið til þess aðeins að riðla vörninni. Róberta inn á tauginn, Erla Karitas með baki í markinu, er að snúa hvað fer í skotið en Bastos gerir virkilega vel staðsett í markinu þarna en enn og aftur þá finnst mér einhvern veginn svona upphafspunkturinn ekki síst vera þegar að Samira dregur vörnina til með að fara út úr henni og fá boltan. Já. Það er einhver fylgni allavega. Einhver fer að vanda mark. Erla Karitas upp í hornið á Bryndísi. Minnst þetta að vera að opnast núna. Bryndís með sendinguna fyrir Salvadalla reynsa frá. Erla Karitas finnur skotið og það er fyrsta markið. Sýndist hann eiga viðkomi í varnarmanni þarna. En Erla Karitas Jóhannesdóttir skorar fyrsta mark í annari deildinni í sumar. Sjáum þetta aftur. Vel gert hjá henni hérna. Þetta er bara frábært skot hjá henni. Það hefur verið gaman að sjá aðdragandan aðeins meira. Svo við getum ekki fiffa það til. Fyrsta mark Skagamenna skorar nummer 7 Erla Karitas Jóhannsdóttir. Það er lítið. En allavega, þarna kom loksins markið sem við vorum búin að vera að bíða eftir. Algjörlega verðskuldað eins og leikurinn hefur spilast. Þá er spurning
Já, hvernig Sindri liði bregst við það, leikplanið þeirra svolítið farið út gluggann sem það byrjuðu leikinn með. Þær þurfa að koma aðeins fram að núna, það er ætla að reyna að jafna hlut sinn. Það færa þessi hérna tölvöld framar á völlin svona fyrstum sinn. Samir að komið djúpt hérna, skilja hann tilbaka á Halitu. Vel leist pressa hjá hann. Eftir fram að Samir reyni að finna Sunnu, gengur ekki, en Bryndís Rún hirðir þennan upp. Þetta er Selma á stað og Erla Karitas, þá er hún komið vinstra megin. Boltinn yfir á Fjær og það er skallað þetta frá, ekki langt þó. Elín Ása hreinsar síðan frá. 10 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Stein kemst inn í þessa sendingu en Unnur Ýr vinnur vel tilbaka. Skalið svona tiltölulega fljótt að berja niður þetta svona þennan vígamóð sem að virtist ætla að koma upp hjá Sindra konum fyrst eftir markið. Já, það má segja það. Það er allavega dottnar aftur í hættra að pressa í bili, dottnar í vörnina og við höldum bara áfram. Aðeins meiri ákjæð og aggressívitet í sóknina. Mikið betra að vera 2-0 heldur en 1-0 yfir. Það er það. Þannig að á Bryndísi skemmtilega spilað hérna nær Róbert að þessum gerir það en hann lekur síðan út af aðeins svo mikið vikt á þessum bolta. Samvörð með góðan snúning hérna en sendingin beint á Róbertu og fyrir Unnur Ýr af stað. Cecilia Sól nær að stoppa hana. Unnur snöggt að taka þetta. Róberta fær flug hérna en boltinn inn á teig. Það hefði nú reyndar sko í rauninni í ágætri stöðu hérna þannig að kannski er hellingshagnaður í boði þarna? Jú, það er spurning hvort að þetta verðskuldi í guldspjald þegar í kjölfarið. Í kjölfarið. Vörnin er að eiga við þessar sendingar. Nadimova á fleyjuferð Sunna eftir hana. Marey einnig mætti í svæðina Selmu hana og þarna er hún einmitt og finnur Samira nær að snúa út á henni Róberta Lilja er einmitt náttúrulega, við gleymum því ekki að hún var náttúrulega eina af þessum leikmönnum sem að í rauninni fór og reyndi fyrir sér annar staðar í fyrra þegar að IAF var fyrsta ári í annarri deild. Já, en fór í KR. Já, og mér finnst hún að hafa komið öflugt tilbaka. Já, mér finnst það líka. Virkilega styrkt. Gott að fá hana heim aftur og hún hefur gríðarlega hæfileika sem í bakverðinum, hún er fljót og dugleg. Samira sterk hérna og frábælega vari hjá Bastos en hvað glöggur Rangstaða. Sjáum þetta hér, ég veit ekki með Rangstöðu þarna en líkamlegu styrkur en Bastos er bara að heilla mig þarna í markinu. Já, þú varst náttúrulega í meiri setningu, vorum að ræða Róbertu. Já, gott að fá hann aftur og hún styrkir liðið klárlega í bakverðinum og fljót og
leikskilning, hún er búin að vaða hérna upp kantinn nokkur sinnum sem hún og gert það vel. Hefur bara gert henni mjög gott þetta ár í KR. Já. Og við njótum góðs að því. Algjörlega. Og er kannski líka gott dæmi að það er engin endastöð þó þú farir, þá þarf ekki að vera alfarinn. Einmitt. Auðvitað er það sem maður vonast til að þeir leikmenn sem er að koma upp í gegnum yngjurflokkana hérna séu þannig þengjandi að Ía verði alltaf þeirra lið nummer 1. Já. Þannig að þegar að rétta tækifærið og rétti tíminn gefst að það sé þá sá staður sem að þær vilja spila. Frábærlega að spila sendingin út á Róbertu. Fullt af gulum treyjum og teinuna. Það er að finna Sunnu, gengur ekki. Það þarf að vinna niður fyrir boltan. Arna Ósk miklu spretti hérna. Dimova kemur með henni inn á teiginn. Tapar boltanum á þetta augnablik. Elín Ása komin inn á teiginn og þetta er væntanlega vítaspyrna. Já, ég held að þetta sé rétt. Ágætis upplýs. Ég ætlaði að fara að segja að þeir eru ekki margar að taka þátt í þessari sókn en það er ná að það er vel gert hjá Elín Ásu hérna nær að koma sér inn fyrir Róberta sem að í rauninni dettur á hana. Já. Það er ekkert við þess að segja. Tók nú ekki eftir í hvort að fór spjald á loft en mér sýndist nú ekki. Það var óhefnilegt, þær gera vel, þær eru leiknar með boltan, þessar fáir þarna í sókninni og er ekki að missa hann frá sér. Gott höfts á þeim og uppskera þarna víti. Það var engin svakaleg hægt af orðin ennþá, þannig að þetta er svolítið svekkjandi að fá þetta á okkur. Já, og það er inn að Dimova sem að þvert gegn gangi leiksins getur jafna metin fyrir og hún setur hann framhjá. Já, hérna hér Salka stóð kjur. Sjáum þetta aftur hérna. Þetta er tölvöld framhjá. Áfram Sindri! Nei, ég segi nú ekki tölvöld framhjá. Þetta er rétt framhjá stönginni. En skall hurðnari hælum. Já, kannski hérna þú sjáum við að það þarf lítið til. Þetta er fljótt að breytast. Ágætt að vera með þetta það og vonandi bara að fá annað mark. Samira komin inn á teiginn og hún fellur við og það er, mér fannst eins og hún væri að hugsa sig um. Já, var hún ekki að benda á bútinn? Nei, hún er að dæma markspyrnuna en mér fannst hún vera spekulæra, sko. Já. Sjáum þetta hérna. Þetta hefði ég haldið hotspyrnu ef ekki víti. Já, það er saman að því. Hún missir hann aðeins þarna frá sér og varnarmaðurinn rennir sér á hann og missir hún á potunum aftur fyrir hann. Já. Ég held að það var þannig, þá var þetta frábær tækling og hefði í rauninni þá átt að gefa hotspyrnu. Það er að færast lífi í þetta hérna, Sunna Rún. Já, frænku sína, Bryndís nálgast teiginn. Fer í skotið í varnarmann og aftur fyrir. Spurning hvort að þessi mishefnaða vítaspyrna svona og það allt saman sýni Skagastelpunum að þær þurfa að bæta við. Algjörlega. Það þarf ekki mikið að gerast til þess að 1-0 breytist í 1-1. Nei. 2 mínútur eftir að fyrri hálfleik hérna. Það væri geggjað að fara inn í hálfleik með 2-0. Karitas með háan yfir á fjær. Þannig sáum við í síðasta leik líka Samira nær ekki skallan aftur inn í pakkan. Stoppa. Afvelskast. Fengum við mitt vítaspyrnu í síðasta leik. Frábærlega gert á Sunna Rún. Róberta nálgast teiginn. Hún fer bara í skoti hér en það er ekki svo langt yfir. Man sá þetta bara leið og fekk boltan. Það stóð til, það var ágætist til þeim. Sanna skallar hennan út af.
sending gekk ekki Dimova þannig að hann er til vinstri Stein aftur á Dimovu enn er Elín Ása að stríða þeim þarna en þetta var mjög keimlík staða og áðan það er að detta í 45 mínútur spurning hvort að það er einhverju bætt við nei, það er einhver bætt við og 1-0 er staðan í hálfleik Jónína, hvernig myndur þú gera upp þennan fyrir hálfleik? Bara, mér finnst þetta að hafa verið mjög fínn fyrsti hálfleikur mótsins hjá okkur mér finnst við hafa verið með þennan leik meira og minna í okkar höndum og getum verið taka fyrir að ekki fór verri í þessu víti en ég hefði gjarnan vilja sjá hættulegri færi hjá okkur og auðvitað fleiri mörk, maður vill alltaf fleiri mörk en ég held að þetta sé bara hellingu til að byggja á og á vona á að við bætum við mörkum í seinni hálfleik. Já, við skulum kannski rifja upp markið sem að Erla Karitas skoraði á 33. mínútu gerir þetta mjög vel hérna bílsítiplás og skotið hnitmiðað í fjærhornið en við ætlum að taka okkur hlé hérna líkt og aðrir og komum aftur með síðara hálfleikin hérna eftir cirka 15 mínútur farið þar að leiðandi ekki langt.
Já, sé það. Já, það er skipting hjá IA. Við heilsum aftur hérna Örn og Jónína. Jacqueline Purcell er að koma inn á fyrir Selmu Dögg sýnist mér. Marey komin hérna, stillir sér upp í vinstri bakverðinum. Já, sé ekki betur. Spurning hvort að það er meiðsli eða hvað, en Jacqueline kemur inn á miðuna. Það er gaman að sjá hana aftur í gulabúningnum, búin að vera í leyfi, skulum við segja, kannski. Já. Töluverðan tíma, en klárlega styrkir hún liðið. En síðan er hálfleikur bara komin á stað. Staðan ennþá 1-0, hún er ekkert breyst í liðinu. Erla Caritas með markið á 33. mínútu. Verður núna forvitnilegt að sjá hvernig Sindra konur hafa lagt upp síðari hálfleikinn. Kemur sendingin í gegn Unnur Ýr á Bastos, kemur út úr markinu, en Róberta sækir hann fyrsta snertingin, svíkur hana hér. En samt gaman að sjá að hún stoppar ekki, hún ætlar að teyru praðan í sókninni með því að taka tötsi fyrsta fram á við og það er gaman, jákvæmt að sjá það. Akkurat. Það fer nú alltaf hérna niður í stúkuna og spjalla við gárungana. Og það var einmitt kannski sjónarmið sem að ég heyrði þar að það vantar kannski einmitt eins og þú sagðir í fyrralunum aðeins meira tempó, aðeins meiri hraða í uppspilinu og passa sig að falla ekki eins og viðkomandi orðaða niður á sama plan í hvað tempóið varðar. Já. En Samira kemur tilbaka og sækir boltan. Það sér að setja hann upp í horn og inni, hætti við og misti boltan. En IA-liðið er þannig skipað í markinu af Salka Hrafs og síðan í hægri bakverði Róberta Lilja og Anita Sól og Anna Þóra í miðvörðunum, vinstri bakverði núna Marey Edda, á miðjunni Sunna Rún, Bryndís Rún og Jacqueline Purcell. Og síðan í fremstu línunni þrjár Unnur Ýr, Erla Caritas og Samira Suleiman. Frábælega gert, en vel lesið. Bryndís tekur frákast. Elín Ása myndi sig hérna á hana. Svona Samira er að falla meira tilbaka. Spurning hvort að það sé eitthvað sem að Magnea hefur séð í fyrri hálfleik að var að ganga vel. Já. Þegar hún gerði það. Væntanlega hefur nú Magnea verið svona nokkuð sátt þannig séð með fyrri hálfleikinn hjá sínu liði, þó að eflaust hefur hún viljað kannski fleiri góð færi, fleiri mörk að sjálfsögðu. Já, ég hugsa það. Þær eru skipulaðar í því sem þær eru að gera og agaðar og hún hefur trúin ekki öðrun og hún hafi verið ánægð að sjá það. Það er erfitt að reima skó í markmannshönskum. Það er eitthvað að ganga. Marey. Það er eitthvað. Það skipt skó í hálfleik. Eða fara úr þau. Tímófa á Örnu, Jacqueline lokar á hana. Sendingin yfir til vinstri, Róberta Lilja finnur inni, en vel gert þetta hjá Stein. Finnur Telma á Örnu, Elín Ása, búin að vera spræk hérna í þessum leik. Svona kannski einna mesta hættan á henni fram á við hjá Sindra. Frábælega gert hjá Samiru, skilur hann eftir hérna fyrir Bryndísi, hún setur hann í gegn fyrir Erlu Caritas, en Bastos kemur út á markinu. Virkilega vel vakandi þarna. Já, flott sókn og þarna sjáum við atriði sem hefur líklega verið talað í hálfleik, að Kaja kemur, dregur sig inn á miðjuna og býður sig bak við Samiru. Jacqueline á Sunnu. Jacqueline kemur sér bara fyrir hérna sem akkerið á miðjunni. Sunna, sem við segjum að hún láti hann fara hana fyrir Bryndísi og skoti í varnarmann
Marey, Bryndísi, Jacqueline, Samir Auð sem að býður sig hér, að setja hann inn fyrir á Unnur komin hérna inn að marktegnum og Baskos enn eina ferðina vel staðsett. Já, dómarinn ætlaði að dæma markspyrnu þetta fyrst en frábærlega varið það eins og þetta er nú reynda skildu varsla hjá markmönnum vilja margir meina. Tekur þetta bara á næstunginni. En frábært færi. Sunna Magnea biður græðki. Sunna með boltaninn á teginn. Jacqueline missir af honum, hann siglir hann í gegnum allt saman. Marey með fína pressu þarna, vinnur boltan bara og fer í skotið. Það fer í Fanneyju Rut. Marey bara heldur áfram, neitar bara að láta sig segjast. Þetta er frábærlega gert hjá henni. Kaja með boltaninn á teginn. Já, Samir Auð, Sunna Rún og Thelma Björg vel á verði þarna Unnur Ír. Sæður hann á Sunna fyrir skotið en það er fram hjá næstunginni, nær ekki almennilega góðum kontakt á boltan. En liðið að skapa hættu hérna og Unnur búin að vera kannski meira innvinkluð í það núna í upphafi síðan heldur hún var í fyrrihálfleiknum. Mikilvægt fyrir í að fá hana með í sóknaraðgerðirnar og finna hana. Sunna á Bryndís út á Jacqueline út til hægri, sendingin lesin hana. Thelma Björg fram á Örnu. Arnar það er að rekja boltan langt en Anna staðsetur sig vel hérna og lesa þetta. Þetta sé hann í smá vandræðum en sterk. Anna Þóra Hannesdóttir ítir henni ekki svo glatt. Já, ég saknaði þess pínulítið í fyrrihálfleiknum eins og að í uppspilinu að þá var það ekki nógu duglegar að finna fannst mér Unni sem að hefur verið náttúrulega og er gríðarlega hættuleg sóknarlega fyrir Ía. Já, það var þarna nokkur skipti á kantinum, en utarlega á kantinum. Jacqueline, fyrsta snerting, svíkur hana aðeins og síðan lendur hún í samstöðu þarna við Innu Dimófi sem að liggur eftir. En leikurinn heldur áfram. Marey og Bryndís með pláss hérna og Róberta líka úti hægra megin. Róberta aðeins og bráð þarna. Sá eitthvað sem við sáum ekki. Með Stein. Þetta er frekar lítið markvist en Stein fær boltan aftur hérna frá Anitu. Fjölgar rauðu treyjunum hérna á sóknarhelmingi en vel gert hjá Bryndísi Rún. Sunna reynir að finna Unni, gengur ekki. Spurning hvort að Magnea hefur beðið að það væru meira að leita að Unni í síðra hálfleiknum af því að þær hafa verið að leita meira út á kantinni á henni. Já. En eins og við vorum að tala í fyrri hálfleik að auðvitað er best að dreifa þessu. Já. Því að þær eru báðar hættulegar út á vængjunum, hún og Erla Caritas. Hún hefur aðeins líka verið að koma og mæta og fá hann þannig. Náttúrulega gríðarlega sterk í að bjóða sig inn fyrir og fljót á sprettinn þar, en nú er hún svona meira í spilinu. Elín Ása og í skoti og það er í stöng. Enn er það Elín Ása sem að stríða eftirstu línunni á Ía. Bara upp á sitt einstæmi. Já. Jacqueline setur hann í gegn. Erla Caritas ákveður að elda ekki þennan en við kannski sjáum aftur þetta upplöp hérna. Þetta er bara upp úr innkasti. Þetta er eiginlega of einfalt. Sunna setur fína pressa á hana hérna en skotið. Erfitt í stundum. Já, þetta var allavega besta færi Sindra fyrir utan vítið kannski. Já. Við erum búin að fá nokkra opnarnir hérna í seinni hálfleik og þetta sýnir okkur hvað þetta getur breyst hratt að fá síðan mark í andlitið. Þá við vorum heppnað þarna.
Unnur lyftir þessi inn fyrir á Samir sem er flöggur rángstæð en missir af honum frábær hugmynd og sendingin augna konfekt. Það má segja það, ég held að sé auðvelt að finna Samiru þarna frammi, hún býður sig og hérna á réttu staðina. Þetta er mikilvægt að fá sem flestar sem fyrst á markaskorunar blaðið. Já. Því að við vitum að það búa fullt af mörkum í Samiru, búa fullt af mörkum í Unni. Erla Karitas búinn að koma sér á blað. Bryndís auðvitað. Bryndís og Sunna hefur aðeins verið að skora líka. Já. Og Vala María sem að mér bárust þær fréttir einmitt í hálfleiknum að ástæðan fyrir því að Vala María er ekki í hóp hér í dag eftir frábæra innkomu gegn Gróttu daginn. Það er einfaldlega bara hún er veik. Já. Alls konar að ganga og óheppin að missa af þessum leik. Því að frammistaðan hefði hæglega getað gefið Magni pínu umhugsunar efni en hvort að hún ættir hérna heima í byrjunliðinu. Samira. Já, það er gaman að fylgjast með Völu, hún er skemmtilegu leikmaður og opbáslega dugleg og hérna Býtum við Bryndís nær að taka niður, þetta var ofsalega einfalt og þægilegt og Bryndís Rún Þórólfsdóttir algjörlega á auðum sjó. Frábær afgreiðsla hjá honum. Þetta var virkilega vel gert og Bastos átti bara enga möguleika í markinu. Marey með sendingun inn á tegin og hún bara staðsettur sig hérna milli varnamanna og 2-0 bara upp úr þurru. Það er allt svo miklu betra þegar það er 2-0. Algjörlega. Við höfum svo sem séð það í gegnum tíðina að svona í lengjudeildinni hérna undanfarin ára þá gerðist það of ofta að ÍA-liðið var að tapa niður og það var kannski ein af ástæðunum fyrir þær fjallu á sínum tíma. Þeir voru að missa sigurleiki, þeir náðu ekki að sigla þeim heim og missa þeir í jafntefli, gerðu mikið af jafnteflum síðustu mínútunum á síðustu mínútunum en þannig að en það er auðvitað allt annað lið heldur en er núna. Já, algjörlega verðskuldu fórista líka 2-0 finnst mér með hvernig við förum af stað hérna í seinni hálfleik. Nú er bara spurningin hvort að það ná að opna einhverja flóðgáttir ef að Sindraliðið fer kannski að reyna að taka meiri áhættur fram á við. Já, það er vonandi að við nýtum okkur það ef að verður. Við sýnst bara að vera, maður á svo sem kannski ekki að segja svona, en mér finnst við vera með hennan leik. Já, og í rauninni búin að vera með hann, bara frá 3-4 mínútu. Já. Og að Sindraliðið hafi náð að verjast á köflum mjög vel. Það er alveg leikmenn í liðinu hjá þeim sem að geta ógnað. Já, það eru góður einstaklingar þarna sem að eru hættulegir. Samir kemur djúpt enn að ferðina. Ég veist ansi líklegt að Magni hafi lagt fram beiðni um það. Það verður á í hálfleik, það sýnst mér. Já, Erla Karitas lyftir þessu inn fyrir. Katrín Ósk kemur þessu frá. Erla Karitas búin að vinna hann aftur. Gerir þetta vel. Nálgast vítatein, komur inn á vítatein, setur hann fyrir markið, aðeins og framalega fyrir Unni. Og þær koma þessu frá. Anna Þóra gerir vel. Kemur langur bolti fram, Anita. Það eru fáar þarna frammi
rauðu treyjurnar. Bryndís skiptir yfir á Róbertu. Unnur vill fá hann upp í hornið. Stein les það og lokar leiðinni. Frábær sending Bryndís Rún. Bjóst við Samir og þarna fyrir aftan sig. Fyrir pressuna og það hefur ekki verið mikið að gera hjá markmönnum okkar í þessum leik. Samir að taka hann niður. Gríðarlega sterkir að skýla boltanum með leikmann í bakinu. Hálftími eftir. Jacqueline og Arna, já, kemur hann aftan að henni og Jacqueline dæmt brotleg. Sýnst hún svona toga á taka hana með sér. Í fallinu. Já. Gæti nú tekið smá tíma fyrir Jacqueline að spila sig í svona almennilegt leikform. Búin að vera töluvert lengi frá. Þessi á Maríu finnur Unni sem að tekur vel við boltanum hérna. Jacqueline út á Róbertu. Já, það er bara full stjórn áfram. Notalegt að vera varnarmaður í svona leika. Ég held að þú hljótir að fá svona sjálfstraust að því að þú ert alltaf svo örugg á boltanum. Já, það tíma og getur leitað og fundið samherja og það er hundleiðilegt að vera með pressu á sér allan tíman. Ég skil það vel. Þetta sé betra. Já. Frábær pressa, Sunna Rún komin inn á vítatein, setur hann fyrir en vel staðsett þarna í vörninni. Unnur búin að vinna boltan aftur. Jacqueline á Sunnu, skjóttu svo bara, segir mamma og þá gerir hún það. Fínast að skota aðeins og hátt. Og þetta er alveg fínasta skotfæri fyrir góðan skotmann sem að Sunna er. Já, það er ekki eins náðugt að vera með boltan í vörninni hjá Sindra. Það eru varamenn að gera sig klára á IA bekknum. Erna Björt og Ylva Lagsdal er að gera sig tilbúin, sýnist mér. Ylva Flosan þetta löngu hætti fótbolta. Já. Það er svona meira að syngja. Já. Það kemur hellingsflót með Jackie hann inn á miðjuna. Hún skila boltanum yfirleitt vel frá sér, finnur næsta mann. Arna sendingin allt og innanlega fyrir Dímóðu. Jacqueline búin að vera töluvert í boltanum sem hún kom inn á. Dómari Erla Garðars. Er ekki að sjá ennþá kannski svona mikið í Sindraliðinu að það ætli sér að jafna þetta. Nei. Ekki að taka miklar áhættur allavega. Stein með sendingu inn á miðsvæðið sem er. Þær eru bara að sækja á allt og fá mönnum. Þær eru það, þú sér það í þessu upplöpi hérna, þá er öll varnarlínan
bara róleg og 2-3 af miðjunni líka byggt bara fyrir fram að þeir. Kemur langur bolti inn fyrir Unnur Ýr á flegiferð. Hún vantar fleiri gula. Hún fer í skotið í slána og yfir. Ef að hjálpin kemur ekki þá gerur þetta bara sjálf. Og Unnur Ýr með frábært skot. Þarna hún upp á sitt besta. Hlaupa inn fyrir vörnina. Hefur á að skipa miklum hraða. Samira Suleiman sem að fer að velli sem og Unnur Ýr Haraldsdóttir. Það hefur nú verið flott að enda sína þáttöku með marki hér. Já, alveg örugglega ákjósanlegra en ekki en þær báðar finnst mér geta bara verið sáttar með sína framstöðu í þessum leik. Og svo Erna Björt væntanlega kemur þá bara upp á topp og Ylva í engin taktísbreyting. Það ætli það. Áfram Sindri, koma svo! Pressan að bera árangur hérna hjá IA. Bryndís á Heldur Karitas. Vörnin að lesa þessa sendingu. Langur bolti fram en það sjáum við þetta. Það engar rauða treyjur að elda. Nei. Það já, Erna Björt. Fær boltan aftur og setur hann aftur inn fyrir á Erlu Karitas. Hún með boltan inn á tegin. Þar Katrín Ósk rétt staðsett og kemur svo frá. Jacqueline les þessa sendingu frá henni. Sunna á Erlu Björt. Jacqueline á Erlu Karitas. Kemur hár bolti inn á fjær. Stein skallar þetta fyrir marki. Bryndís Rún í skotið og bæti við öðru markinu sínu. Og staðan orðin bara mjög þægileg fyrir heimaliðið. Þær eru bara að spila virkilega vel. Þær eru vinna boltan, pressa vel, vinna boltan, láta hann ganga mjög vel á milli sín, fína sendingar og erum að uppskera eftir því. Bæta við. Vel klárað. Setur hann undir slanna bara óverjandi fyrir Bastos í markinu. Og það leikmann nr. 5 sem að fara að velli hjá Sindra. Helga Nótt Austar Egilsdóttir og inn á kemur leikmann nr. 14 Soljana Natalie Felekesdóttir. Og nú þetta bara spurningin orðið. Hvað verður sigurinn stór? Erum við ekki alveg komin þangað? Jú, nú viljum við bara bæta við og sína tennurnar svolítið og halda áfram að spila vel og bæta við mörkum. Róberta kemur utan á og það einmitt IA-liðin náttúrulega spáð upp af í hlaðvarpinu Heimavöllurinn daginn sem að verið að hita upp fyrir aðra deild kvenna að þar var IA spáð svo ef ég mann rétt öðru sætinu en allavega þannig að þær þeim spáð upp deild og þá náttúrulega mjög gott að sína það bara strax að sú spá ekkert á einhverjum sandi byggð. Vel gert hjá Önnu Þóru þannig. Sunna kemur Erna Björt í hættur. Fær hann aftur. Gerir þetta skemmtilega langar að gera meir. Flottur bolt. Frábær bolti út á Róberta. Fyrir árásina. Reynir fyrir gjöfina. Fyrir Telmu. Og það hotspinna. Róberta býðir sér stutt hérna en Sunna ákveður að setja hann inn á teig. Fínasti bolti. Beint á Bryndísi Rún sem að fullkomnar þrennuna. Glæsileg hotspinna og hlaupið
hjá Bryndísi og skotið. Þessi mörkarnar Bryndísar, þau eru bara hvert öðru fallegra. Algjörlega. Þetta skulum við sjá aftur hérna. Kemur bara á móti boltanum og stýrir honum frábærlega í fjærhornið. Og það er frænkur að ná vel saman hana. Tvö mörk að Bryndísi hérna á 4 mínútna kafla. Þá er þetta bara staðfest. Það er ekki amalegt að byrja tímabilið á þrennu á heimavelli. 20 mínútur ennþá eftir. Það getur verið lengi að líða fyrir gestina. Já. Við erum algjörlega með þennan leik. Við erum búin að vera með hann allan seinni hálfleikinn og hérna... Mér finnst þess að yfirburðirnir sé að koma hvað berlegast í ljós. Já. Núna hvort að hér kemur frábær sending frá Sunnu á Ylvu. Ylva á Róbertu, fyrsta móttakana aðeins að svíkja hana. Tilbaka á Jacqueline. Jacqueline lyftur í Sunnu teig, Erna Björk þar, tekur hann niður, leggur hann út á Sunnu Rún. Sunna Rún tíjar hann upp á fyrir stórkostlegt mark hjá Sunnu Rún Sigurðardóttur. Þvílík sókn. Það er bara ekkert annað. Ég held að við þurfum að sjá þessa sókn bara lengra aftur. Þetta byrjar með, skulum sjá þetta hérna, þetta byrjar allt með sendingu frá Sunnu upp í hornið á Ylvu sem að leggur hann út á Róberta og Jacqueline. Þetta er stórkostleg sókn. Já, þetta er vel gert. Ebba leggur hann út, bara smá tí og svo bara upp í skeytin og þær halda bara áfram. Tvö mörk á 2 mínútum hér og Sunna Rún að stimpla sig inn í sumarið. Verður náttúrulega lykil maður í þessu liði í sumar. Ég held að sé óvægt að þó ungað árum sé. Já, það sé alveg ljóst. Og nú er það bara komna með blóð og tennurnar og langar bara í meir. Þannig á það að vera. Jackie er að koma virkilega vel inn í hennar leik líka. Sunna inn fyrir á Ylvu. Ylva komin upp að endamörkum, setur hann út í teginn. Það er Sunna Rún í skotið og Bastos ver þetta vel. Fór í varnamann hann á leiðinni. Sjáum þetta hörku skot og vel varið hjá Bastos sem er búin að eiga fínan leik. Þrátt fyrir að hafa þurft að tína boltan 5 sinnum úr markinu. Já, henni verður nú ekki kennt stöðuna. Nei, Sunna Rún inn á netsvæðið. Það er hinsa frá. Þetta hvort að Sunna var nú svolítið stund á fætur þarna. Þetta sé eitthvað farið að stífna hjá henni. Þeir eru með boltan aftur, leggur hann fyrir, ætla að finna Bryndísi, boltin hrekkur til Erlu Kardasen sem leggur hann út á Mariettu. Sjáum að Sindraliðið er bara allt inn á síðasta fjórðung. Nú er komin kannski örvæntingin að vera ekkert að gera fá mikið meira mörkum og það er Anita Són af hérna 30 metra færi og Bastos hérna held ég að hljóta að vera ósátt með sig. Já, hún er það. 6-0
Anita Sól. Sjötta markskor. Henni langaði að vera með. Þetta er rosalegt. Anita Sól Ágústsdóttir. Fyrir góðan spilnumann þegar vörnin liggur svona aftalega, en þetta er ekki nógu vel gert hjá henni í markinu. Rignir inn mörkum hérna. Sunna Rún út í tegin, Erna Björk gerir þetta vel og Bryndís Rún og frábælega var hjá Bastos og síðan er það Ylva Laxdal og frábælega varið aftur og það er loksins markið Erna Björk. Já, hérna hér þessi sókn, ég held við ættum að sjá hana í tveimur pörtum hérna, sjáum fyrri hlutan, sjáum hér Bastos alveg að fara á kostum hérna, verð hérna tvisvar sinnum að stuttu færi og þetta er fyrir hlutin og sjáum svo síðari hlutan hérna. Erna Björk fylgir vel á eftir og já, þetta bara, maður hefur ekki undan. Það er bara mark í hverju sókn. Já, ég lenti nú í þessu einu sinni í vetur þar sem að lokatölur í þeim leik voru 6-3 ef ég maður rétt og nei, ég er að ljúga því, það var 9-6 og þetta var bara eins og handboltaleikur og maður hafði bara enga veginn undan að fylgjast með þessu. En já, það er allt að gerast. Það er skipting þá hjá Sindra. Og líka hjá Ía. Sunna Rún fer að velli, tvöfaldskipting og það er Arndís sem er að koma inn á, ekki rétt. Sýnst þetta að vera Elvíra. Þetta er Elvíra að koma inn á og það er líka skipting hjá Sindra. Já, Elvíra Agla Gunnarsdóttir að koma inn á. Upphaflega var hún, ef ég man rétt, þá er hún miðvörður og Jackie líka, þannig að við erum komið með 4 miðverði inn á hjá okkur. Aldrei of mikið af þeim. Já, kemur langur bolti fram, Ylva vörnin nær að taka á þessu. Það leikmaður nummer 13 sem kom inn á, Karen Hulda Finnsdóttir og Bastos kemur út úr markinu og hreinsar þetta frá.
Kemur langur bolti fram. Þetta er orðið bara nauðvörn hjá þeim. Elvíra Er þetta ekki bara draumabyrjun? Þetta var nú erfið fæðing svo sem lengi framan af að brjóta það niður. Við höfum nú gefa Sindra konum það var ekki einfalt verk, en þegar þær brotnuðu þá brotnuðu þær alveg. Já, þær mættu ákveðna til leiks og sköpuðu þarna ákveðna hættu hjá okkur og bjóst nú ekki við að þetta myndi fara í þessa átt þegar að liða leikinn, en þær hafa eitthvað til að velta fyrir sér heimleiðinni, hvað veldur, hvort það er formið eða hvað. Já, það er einmitt það sem ég velti fyrir mér að Magnea ræddi í margum töluðu hlaðvarpsþáttunni hjá okkur daginn að þetta undirbúningstímabil hefur verið betra heldur en þau hafa verið undanfarin ár, miklu meiri aðgangur af styrktarþjálfara til dæmis. Já. Og þannig að líkamlegt atgerfi hjá þeim, maður að sjá það núna að ÍA-liðið virðist vera bara í töluvert betra formi á þessum tímapunkti. Ég held að það sé einmitt aldrei máli að styrkur og þol, það er svona Magnea að fara markvisst í það með aðstoð styrktarþjálfara hjá liðinu og þetta bara er lykillinn og grunnurinn af því að ná árangri í sumar. Það er formið á liðinu að halda út leikina og eins og þær að sýna núna. Nú veit ég ekki nákvæmlega, verð ég að viðurkenna hvort að félagaskipta glugginn er orðinn lokaður fyrir aðra deild kvenna, en hún talaði að styrkja hópinn örlítið fyrir mót og þeim vantar annan markmann. Það er erfitt að fara inn í mót með einn markmann í hópnum og einn útileikmann, en það hefur ekkert að frétta ennþá. Það hefur gengið mjög brösulega. Það hefur gengið á ýmsu skilst mér í leikmannaleit undanfarið og sammála því að það er erfitt að vera einu markmann og mér skilst að sé mikið álag á Sölku, hún er að spila með fleiri flokkum. En gott ef Magnea sagði ekki í gær við mig að hann lokar ekkert félagaskiptaglugginn í annarri deild. Nei. En ég hef ekki meira fyrir mér í því en það. En væntanlega myndum vilja að það gengi sem allra fyrst. Já, það þarf að gerast. Ekki gott að fara langt inn í mótið. Sérstaklega það sem maður gerir ráð fyrir að mörg af hinnulegum séu akkurat í því að styrkja sig. Já. Ef það er sama saga og hefur verið undanfarin ár, þá má búast í því. En það er eitt alveg á hreinu að grunnurinn er og verður heimaalið lið. Já. Sem er náttúrulega bara í því felst styrkur. Þá kemur Arndís Eggertsdóttir inn á, komin heim. Anna Þóra var að glíma við meiðsli í síðasta leik, var ekki með. Já, búin að eiga fína leik. Þetta er Arndís. Já. Arndís Lilja Eggertsdóttir. Þetta er Elvíru upp. Hefur heldur róast þarna. Það kom þarna 10 mínútna kafli með 5 mörkum. Svo var aðeins svona dottið niður aftur. Hann er bara siglir sinn sjó þessi leikur og allir rólegir yfir því sýnst mér, stelpurnar. Já. Bara stefnir í geggjaðan dag. Já. Má ekki gleyma því að það er annar leikur eftir 3 daga.
en að kannski þarf líka að kunna að spara orkuna þegar að staðan orðin þessi. Hvetum að sjálfsögðu Skagamenn til þess að fylgja liðinu suður í Grafarvogi. Og svo styttist í fyrsta leik í þriðju deildinni hjá Kára og ég minni á að okkar útsendingar og okkar dagskrá er að finna inn á iatv.is þar sem að við sýnum og segjum frá öllu því sem að framöndan er hjá okkur sem og geymum og gerum aðgengilegar allar upptökur af öllum okkar beinu útsendingum. Það er orðið ansi vænt safn og hvet ekki til að fylgjast með því en Káramenn byrja einmitt hér á næsta laugardag gegn Augnabliki á heimavelli. Hver veit nema eitthvað fleira býði svona þegar að fram í sækir sem nánar frá því síðar. Það er allavega spennandi hluti framöndan, get ég sagt. Nú er þetta spurning að kannski bara að láta klukkuna líða. Já. Það eru nú alveg með þetta áfram og ennþá stjórna þessum leik og hafa gert allan seinna hálfleik. En svo má ekki gleyma því að þessi leikmenn sem er að koma inn á þeim langar að sanna sig og sína af hverju það eiga að vera í liðinu. Þannig að maður gerir alveg ráð fyrir því að þær vilji sína hvað í þeim býr. Anita lyftir þessu fram. Ylva tekur hann með sér, sendingin inn fyrir en Selíana auðvitað með þennan. Kardas vinnur boltan aftur fyrir í skoti. Það er beint á Bastos. Hengur borti fram. Jacqueline vinnur hann. Það líður að því skemmtilega verkefni sem að þú færð sem sérstakur sérfræðingur útsendingarinnar að velja mannleiksins. Já. Úr rauðum heimakonna. Já. Hver hefur heillaði mest? Ég veit að það hafa heillaði margar. Já, mér finnst bara liðið sem heild hafa spilað mjög vel og ég verði eiginlega að nefna sérstaklega innkominu hjá Jackie inn á liðinu. Mér finnst hún hafa staðið sér frábærlega. Mér finnst miðjan hafa verið stabíl og góð allan leikinn og ekki spurning að Bryndís Rún er í mínum huga maður leiksins með 3 mörk og stjórna miðjunni frábærlega í þessum leik. Já. Ég tek undir það heilsugar og eins og þú sagðir, í rauninni margar hafa átt bara mjög góða leik og það hefur alltaf verið veikan blett að finna á liðinu í dag. Nei, ég er alveg á því. Og marki hjá Kæju, virkilega flott þarna og braut ísinn á góðum tíma. Já, ekki spurning og ekkert hjá henni. Hún nefndi það einmitt sérstaklega síðast, Margrét Ágadóttir var með mér hérna þá og hún einmitt rifjaði upp leikinn gegn Völsungi, hérna síðasta leikinn í Lengjubikarnum, þar sem að liðið spilaði í rauninni bara arfaslakan leik. Framfarirnar frá þeim leik og yfir í leikinn gegn Gróttu og síðan þennan leik, þetta virðist hún að vera stig af stigi á réttri leik. Já. Ég er sammála því. Á hárréttum tímapunkti. Já. Það er bara spurning hvað gerðist þá í þessum Völsungsleik en hann er bara komin í reynslubankann. Verður þar. Þannig leiktími við það að líða spurning
alltaf spurning hvað dómarinn vill í rauninni hafa langt í ólinni hjá liðinu sem að tapa. Það Ía sem fær þessa aukaspyrnu. Brotið á Elvíru, 90 mínútur liðnar. Spurning hvort það tími fyrir 1 í viðbót. Anita ætlar að lyfta þessu inn á teginn. Það er með fjærin, Erna Björk rángstæð. Ég myndi giska á svona 2 mínútur í uppbótartíma. Það hefur ekki verið miklar tafir á leiknum. Það er helst skiptingarnar. Já. Ég búin að vinna boltan aftur hérna hátt á vellinum. Erla Karítas tilbaka á Jacqueline. Búin að eiga virkilega góða innkomu í þennan leik. Og svona einhver ró sem að skapast þarna. Stöðuleiki þarna á miðjunni. Katrín skallar þetta frá. Þannig að sér að lengja þetta. Marey gerir vel. Marey langar að vera með og tekur skoti hérna löngu færi. En það er mátt lítið. Bryndís tekur hann með sér. Tilbaka á Marey. Anita út á Róbertu. Róberta lyftur í sinna á Ernu. Hún er ekki rángstæð þessu sinni en erfiðu bolti fyrir hana. Hún er ekki að taka hann með sér. Já, það er hættið í að verði, hún er náttúrulega alltaf löng bílferðin heim á Höfn. Já. Geti orðið ennþá lengri fyrir þetta Sindralið sem að í rauninni kom af bara með gott leikplan inn í leikinn sem að brást en leik lokið hér 7-0 sigur er staðreind og ég held að okkur sé nú bara ekkert að vanbúnaði að fara að rifja bara upp mörkin. Fyrsta marki kom á 33. mínútu. Það var Erla Karítas Jóhannesdóttir sem að skoraði það eftir að í rauninni Sindraliði hafði varist vel og þetta var svona það sem braut ísinn. Næsta mark kom ekki fyrir en á 57. mínútu. Það var Bryndís Rún Þórólfsdóttir með sitt fyrsta í leiknum eftir frábæra sendingu frá Mari Eddu, vel staðsett og vel klárað. Bryndís Rún oft verið í því við markaskorun og hún var aftur á ferðinni 10 mínútum síðar á 67. þar sem að hún er náttúrulega bara eins og gammur þarna í teignum. Þessi hlaupin er inn á teig af miðjunni eru alltaf erfið fyrir varnarmann. Já, hún tímasetur þau vel og þefar upp plásið þar sem að boltinn kemur og virkilega vel gert hjá henni, frábær mörk í dag. Já, 3 mínútum síðar kom þriðja markið hennar eftir hornspyrnu frá Sunnu Rún, stýrir þessu fantavel í fjærhornið og síðan var það Sunna Rún sem að skoraði, glæsilegasta markið í dag. Já. Eftir frábæra sókn, hún á þessa fyrstu sendingu á Ylfu, leggur hann tilbaka á Róbertu og hún tilbaka á Jacqueline sem að lyftir hún síðan inn á teginn. Og þar er það Erna Björk sem að tekur hann niður og leggur hann upp fyrir Sunnu. Ein snerting og skeytin. Það er ekki bara flugið á boltanum í markið heldur allur aðdragandinn. Já. Og Anita Sól Ágústsdóttir á 74. mínútu var farið að leiðast þarna í vörninni, vippaði sig fram og tók eitt af löngu færi hérna og þetta var 7. merkið. Síðan var það Erna Björk Elíasdóttir á 2 mínútum síðar sem að bætti við 7. og síðasta markinu eftir mikinn atgang í teignum. Fyrst Bryndís og svo Ylva og síðan er það í vandræði með að koma þessu frá. Erla Karítas pressar og Erna Björk fylgir á eftir. En Jónna, þetta frábær byrjun á þessu tímabili og verður spennandi að sjá hvort það ná að halda þessum dampi.
Já, bara mjög lofandi og góð byrjun og gaman að skora svona mörg, gott fyrir sjálfstraustið og fyrir næsta leik og veit ekki af hverju ég þarf endilega að hugsa að við vorum heppnar að því leitinu eða megum vera ánægð með að þær pressu okkur ekki. Við þurftum aldrei að glíma við í uppspilinu okkar pressu frá þeim og ég held að við ættum kannski að vera tilbúnar að mæta því í næsta leik og Fjölnistelpurnar eru sterkar líka og það verður gaman að sjá hvernig við mætum því og hvernig ég er bara mjög spennt fyrir vikunni. Það er einmitt forvinnilegt að velta í fyrir sig hvernig þessi leikur hefði þróast vegna þess að Sindra konur misnota víti í stöðunni 1-0. Já, einmitt. Það hefði getað gjörbreytt í rauninni bara andlegum þáttum hjá Sindraliðinu sem eru komnar aftur með stíð að þær þetta hefði getað farið einhvern veginn allt öðruvísi. Já, þegar upp í stað þá finnst mér nú þvílíkur gæðamunur allavega í þessum leik á liðunum að ég neita að trúa því að við hefðum annað en unnið þennan leik þegar upp í stað en maður veit aldrei. Það er svo margt sem spilar inn í. Akkurat. En Jónína, ég er mjög þakkláttur þér fyrir að koma og sitja með mér hérna og búið að vera bara mikil ánægja af því. Sumleiðis. Og takk kærlega fyrir og eins vil ég þakka Ingimar Elvar Ágústssyni sem var á myndavélinni hjá okkur og næsta staðfesta útsending hjá okkur er á laugardaginn þegar Kára menn taka móti Augnabliki í þriðju deild karla en það gæti breyst. Fylgist þið vel með okkur á Facebook, á Twitter, Instagram og iatv.is og þá fer aldrei neitt fram hjá okkur en Örn Arnarsson kveður og nú fara allir í kröfugöngu, ekki? Takk fyrir okkur í bili.